Já, en hvernig er bara tilfinningin eftir leikinn? Bara þungt, mikið svekkelsi, bara pirraður einhvern veginn, bara klúðurum þessu niður. Svolítið furðulegu leikur þar sem þeir skora eiginlega bara öllum sínum tækifærum, bara svona hvernig horfir á það, hvernig leikurinn spilaðist? Já, því sammála þeir skora einhvern veginn úr öllu, bara mjög vel gert hjá þeim, veist. Við gefum þeim færi á þessu og þeir klára bara fáránlega vel. Smellið eitt á boltan bara í hvert eina skipti og það verður bara hrósað heim fyrir það. En veist, við gefum þetta, þannig að þetta er okkur að kenna. Hvernig horfir þau bara svona á frammistöðunni hjá íslenska liðinu? Frammistaðan fannst mér bara góð, sko. Sérstaklega sóknarlega, finnst þið halda vel í hann og færa hann vel og finna millisæðin og það skora 3 mörk. En svo aftur á móti fá okkur 5, þannig að lítið hægt að vera glaður yfir þessu einhvern veginn. Svona furðulegu leikur, komum 2 svo tilbaka, 1-1 og svo 3-3. Man leið svona, þú veist, þegar við jöfnum að við sem að fara að komast meira inn í leikinu, bara taka þetta, svo koma þeir einhvern veginn og taka þetta. Já, nákvæmlega, við komum tilbaka 2, flottur karakter, svo er þetta bara eitthvað engast og við slökkum á okkur smá. Og enn aftur þá tekur hann volley hann með hægri og smelli hittar hann í hornið. En ja, svona gerist bara á svona há leveli þegar þú slöknar á því smá. Það er ekki nema bara 1 atvik og þeir eru komnir yfir, sko. Svona fá þessi 5 mörk á heimavelli, hvernig líður með það? Væntanlega ekki boðlegt. Nei, þú getur ekki, ef þú ætlar að fara inn einhverja leiki þá getur ekki fengið það 5 mörk. Við vorum alltaf elda, þannig að þeir eru skora 15 marki, þannig að veist, það er bara ekki séns að vinna leiki sem við fáum okkur 5 mörk. Það var náttúrulega rosalega mikilvægur leikur í riðlinum, svona hvernig horfir á framhaldið núna? Það er aðeins svartara, sko. Þeir eru komin í okkur núna en það er ennþá 3 leikir eftir, en það er hellingur eftir og við þurfum bara að gefa allt í þetta. Og leikur á mánudaginn, en við þurfum að taka smá tíma að læra þessum leik og svo bara leikur aftur. Þannig að við þurfum að vera klárir í það. Svona bara í lokin, hvernig fannst þér að leiða íslenska liðið út á fullum Laugardalsvelli? Bara geggjað, sko. Draumur að rætast síðan maður var krakki, sko. Að fara með fyrirlabandi og leiða strákun út á fullum völl. Það var alveg geggjað. En svo er erfitt að vera eitthvað glaði núna eftir leik að við klúðrum þessu. Takk fyrir þetta, Ágúst.